Þá höldum við áfram með föstudagsþáttinn. Það eru ennþá hátíðir hér og þar og í Skagafirði helgina verður sveitasæla. Til mín eru komnar Sigurlaug Vordís og María, velkomnar. Takk fyrir. Sigurlaug Vordís, ég verð aðeins að spyrja nafnið. Vordís. Já. Ertu ekki ánægð með þetta nafn? Jú, mjög svo. Bara mjög svo. Þið eru 13 nöfnurnar á Íslandi. Já, þetta skemmtilegt. Svo, einmitt, Dís vorsins. Já, og fætt þá einmitt að voru. Í maí, já. Bara til hamingju með nafnið. Ó, takk fyrir. En sveitasæla, viltu aðeins segja okkur hvað fyrirbæri þetta er? Heyrðu, það einmitt líka ótrúlega svona rómantískt konsept. Þetta er bæði hátíð og sýning. Landbúnaðarsýning og bændahátíð. Og það koma saman alls konar fyrirtæki sem eru með landbúnaðar tengdar vörur og setja upp og þannig að þegar maður kemur á svæðinu það eru bara fullt af traktorum og alls konar vélum og skemmtilegheitum. Og svo kemur maður bara inn í svona sveitastemmingu, dýragarður og handverksborð og einmitt sveitamarkaður beint frá bíli. Og bara rosa dagskrá. Þú veist, það er setning og Katrín Jakobs kemur og setur fyrir okkur hátíðina og tónlistaratriði og Hvolpasveitin kemur í heimsókn og Gunnar Felix og öllu tjaldað til. Já, leikhópurinn Lotta. Hvenær hefjast herlegheitin? Heyrðu, herlegheitin byrja samt eiginlega í dag. Föstudaginn. Þá er nefnilega hestamannafélagið Skagfirðingur með gæðingamót sem heitir Fákaflug. Og það er alla helgina, sem sagt. En síðan byrjar sveitasælan formlega 10 á laugardeginum. Með setningar ávarpi? Já. Og svo er, þú veist, kálfasýning og heitjárningar, þú veist, það er bara svo alls konar, þetta er svo fjölþætt. Heitjárningar, ég rækka augun í það, útskýrðu það aðeins. Já, það er kannski betra samt að hafa einhvern svona, góðan hestamanni Þetta hljómar eins og bara heitar skeifur, bara glóðheitar úr smiðjunni. Já, við erum náttúrulega svo heppin í Skagafirði. Við eigum sem sagt járningameistara Íslands sem að kemur og verður með svona heiti járningar. Þannig að það er að gera bara að kíkja og sjá betur hvernig þetta er gerst. Ég veit ekki hversu vel allir þekkja Emil í Kattholt en ég fyrir bara lóðbeint aftur á baki í þann heim. Já, þegar Emil var á markanum og fann hestinn sinn Lúkas. Já, nákvæmlega. Þetta er svolítið þannig stemming, sko. Þú veist, og það er alveg svona 4.000 mann sem kom og kíkja í heimsókn. Og þetta er líka svona, þú veist, maður verður einmitt aftur kannski pínu barn ef maður hefur verið barn í sveit, þú veist, og einmitt kemur inn í þessa sælu. Og líka bara, ef maður hefur ekki nein tengsl í sveitina, þá er svo frábært að geta komið og fanga þessa stemmingu, svona verið í tengsli við dýrin og náttúruna og kíkt einmitt á sunnudeginum á opin bú. Þar eru, þú veist, 4 bú sem eru bara opin, þannig að maður getur bara farið í heimsókn. Kíkt á mjölkur og... En svo er nefnilega líka skagfirskir bændur eru svo ótrúlega frábærir. Þeir eru farin að nýta svo rosalega vel allar afurðir. Og það er ekki spurninga einmitt. Að María segja okkur aðeins frá þessum markaði, bændamarkaði eða hvað? Já, hann byrjaði bara fyrst í sumar og við erum svona 8 til 10 manns sem tökum þátt í þessu. Og það hefur heppnast alveg rosalega vel, mjög góð þáttaka. Er þetta alltaf helgar eða alla daga? Þetta hefur verið svona einu sinni í mánuði, svona laugardegi. Og haldið það í Hofsósi í gamla pakkhúsinu þar. Og líka svona aðstæðan er líka alveg frábær. Það svona býr til svona skemmtilega stemningu, einmitt svona pínu Emil Kattholt stemninguna. Það er eitthvað svona alveg eldgamalt hús þar sem er ekki einu sinni, það er ekki svona rafmagn þannig. En það þarf að leggja allt svoleiðis. Og þar ert þú með hunang? Já, ég hef verið með hunang. Segðu okkur nú aðeins frá því að vera býflugnabóndi. Hvernig datt þér það í hug? Herðu, þetta var svona tvenns konar atriði sem hefði aðaláhrif. Fyrsta lagi að við höfum rosalega mikið áhuga sjálfstjórnarbúskap. Þannig þá var þetta svona dálítið svona skrefið, þú veist, að fá okkar breiði hunang. Og sinnum þetta líka atferlismeðferð fyrir mig. Og þetta þegar ég er svona eina af þessum meirihluta Íslendinga sem er ógeðslega hrædd við býflugur. Þannig að sjálfsögðu færir maður sig bara flytur eitt bú í garðið sig. Já, og læknar sig af þessari fóbíu. Já, og ég er henni bara mæli með þessu, þó að þú sért eina sem er bara hrædd við býflugur. Þegar nú get ég bara leið sólbæði, það er með flögra kringum mig. Og setjast á því að Já, og ég er bara alveg á sultuslögg. Og meira segja geitungan, ég er meira sem búin að taka þá í satt. Eitthvað sem ég hélt að myndi bara aldrei gerast. En Ísland og býflugnarækt, fer þetta vel saman?
Sko, já, bara ágætlega. Já. Og ég held að séu einhvers staðar í kringum 100 ræktendur á Íslandi sem eru með býflugnabú. Vá. Og náttúrulega svona með stórtæki sem flestir eru kannski með 3-4. Já, hvað eru þið með? Við erum með núna 4 bú. Þetta er búið að vera alveg mjög leiðilegt vor. Já. Þannig það fóru 2 bú bara yfir því. Þá þarf maður bara að flytja nýja drottningu, hvernig Sko, virkar það er hægt að þetta verður fyrir út býflugnabú á 2 vegu. Annars vegar er maður á mjög stór bú og þá er talað kannski 50, 60, 70 þúsund flugur. Já. Það er mjög gott bú. Hver telur? Það er svona hurð og sér svona... Já, talningar. Nei, maður svona sirkar þetta út. Já. Eftir svona, hvað þetta fyrir marga kass og svona. Ok. Og þá getur maður búið til nýtt bú. Annarkvæmt með að láta það búið til drottningu sjálf eða þá að kaupa drottningu. Og eins getur maður bara keypt tilbúið bú með drottningu. En þetta er rosalega, það er ekki mörg bú eða drottningar sem er fluttar inn til landsins. Nei. Það er Býflugnaræktarsamband Íslands er að flytja þetta inn og þetta er flutt inn frá Álandseyjum og það er eitt af fáu svæðum heimunum þar sem er laust við svona ýmsa kvilla, bæði veikindi og... Eru drottningarnar sendar í einangrun í Hrísey eða? Nei. Það er hérna að fá bara vottun frá dýralækni og... Og eru þið búin að vera að fá hunang bara núna í öll ár eða hvernig? Já, við hefum fengið. Og þú ert að selja bara margar krukkur og Já, þetta er meira en til heimilisins? Alveg miklu meira. Þetta er alveg, spennandi. Það verið 10 kíló. Vá. Og við erum svo heppin að fá að njóta. Já. Ertu búin að smakka hunangið hennar? Já. Mæli með því? Algjörlega. Og eru þið búin að hanna eitthvað miða og krukkur og allt svona eitthvað? Ég nýti svona aðstöðu Fab-Lab á Sauðárkrók. Já, sniðugt. Þannig að ég svona læti að rasta bara logo á krukkuna. Svona grafa í krukkuna? Já. Flott. Þannig að... Og hvað heitir ykkar hunang? Hulduhunang. Því að við keyptum jarðaskíka sem heitir Hulduland. Nefndum Hulduland. Og það er svona ekki klassískt landbúnaðarjörð. Þannig þá fórum við hugsa bara svona hvernig getum við nýtt landi. Já, þið eru það bara með býflugnabúskap þarna? Já. Okay. Og síðan erum við með svona ýmislegt á taktinninum sem er í vinnslu næstu árum. Sem ég fæ að heyra seinna kannski, spennandi. Og fleira á markaðnum, þú selur hunang og svo er einhverju kannski með kjöt eða hvað? Já, það er bæði lambakjöt og nautakjöt og líka geitakjöt. Geitaostur? Það hefur ekki verið. Nei. En ég veit einn bæ sem er að þróa bæði geita og sauðaost. Og það verður rosalega spennandi þegar kemur hjá þeim. Og þetta er svona ýmislegt grafið eða bara svona hægt að fá í vöðvana. Hvað með ábristi? Það hefur ekki ennþá fengist. Ég veit að sumir eru alveg rosa spenntir fyrir einhverju svoleiðis. En ég er á því að það sé alveg markað fyrir það. Það er alltaf einn og einn svona sem hugsar þetta svona alveg með glampa. Og þú ferð ekkert og fær ábristi, bara hvar sem er. Delikatessen. Eitthvað að lokum svona, því að nú er tíminn að hlaupa frá okkur. Já, hérna bara endilega kíkið á Facebook, Sveitasæla. Þar er dagskráin alveg bæði á íslensku og ensku. Já. Og bara þá getur þú séð líka alveg tímasetningar og bara endilega komið og kíkið í Skagafirðina og rómantíkina. Tjálta á tjálstæðinu kannski. Já, þess vegna að taka helgina og kíkja á Sveitasæluna á laugardeginum og kíkja síðan í opin bú á sunnudeginum. Þetta er náttúrulega tilvalið. Það er alltaf að gerast hérna á Norðurlandinu. Berjadagar í Ólafsfirði, Sveitasæli í Skagafirði. Hvað næst? Þetta er æðislegt. Takk kærlega fyrir komuna og bara gangi ykkur vel. Takk fyrir okkur. Takk fyrir.